Jón, fyrstu viðbrögð eftir 3-1 tap hérna á Vivaldi-vellinum? Já, bara vonbrigði náttúrulega að tapa leiknum. Við gáðum þeim góðan leik og mér fannst við fengum nóga færum til þess að skora fleiri mörk. En því miður þá fáum við fleiri á okkur en við skorum og hérna endan þá er Grótta standa þeir uppi sem sigurvegarar. Hvað finnst þið vant upp á í leik þennan manna fyrir utan þessa færanýtingu svona? Já, fyrst og fremst bara færanýtingu. Við héldum þeim meir og minna allan seinni hálfleikinn á þeirra vallarhelmingi og áttum ótal tækifæri og góða stöður. En við náðum ekki að nýta okkur þetta og svo fáum við á okkur þriðja markið strax eftir að við minnkum muninn og þá svona svolítið fjaraði þetta út eftir það. Þið hefðu getað komist í toppbarátuna að unni leikin í dag. Hvernig lítur á framhaldið, 4 leikir eftir? Já, klárlega. Ég meina, við þurfum ekki að hugsa mikið um það, annað en bara að klára þessa 4 leiki og fá eins mikið af stigum úr þeim og við getum. Það er bara markmiðið, ekkert öðruvísi. Við náttúrulega hefðum átt ágætis séns að aðeins að færa okkur þarna ofan með sigur í dag, en Grótta er náttúrulega bara með hörkulið og þessi 2 leiki við þá í sumar hafa verið bara frábæri fótboltaleikir og frábær skemmtun. Og bæði lið vilja halda bolta, spila bolta og þannig að ég held að við höfum gefið fólki fullt fyrir peninginn í þessum 2 leikjum. En við þurfum bara að fara svona aðeins að horfa lengra fram í tímann og skoða og spá hvað við ætlum að gera þegar þetta tímabil líkur. Nákvæmlega, þú talar markið sem minnkum mununum. Fannst þér þetta að vera vítið sem Már fékk? Hann rennir sér fyrir hann og tekur manninn áður en hann tekur boltan sín, en mér fannst hann ekki hafa boltan þegar hann rennir sér niður og tekur klárlega hlaupið af honum og fer í hann. En ég veit að ég er erfitt með að sjá það hvort það hafi verið rétt með víti eða ekki. Mér fannst við hins vegar eiga að fá víti allavega 1 fyrir það sem var klárlega víti, en ég ætla ekki að gefa þeim að þeir hafi verið að safna eitthvað upp í eitthvað fyrir okkur. En þau tókuðu þessa ákvörðun hérna og við treystum bara á þeim að vera rétt. Takk hérlega, Jón.